Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu á stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu á stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu á stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos.
bylgjan eða eitthvað skilur. Svo getur þú búið til þitt eina. Búið til þitt sjálfur, bara eins og Gaupi endar öll tvít á eina. Nei, bara punktur eina. Ég þarf að fara á námskeið í Twitter, ég er nýbyrjaður á þessu, ég kann ekkert á það. Ég er bara að henda þessu loft á þetta. Herðu, já ég er bara að negla þessu í gang. Like to know how to join Wood the easy way? Jæja, þá er komið að eiginlegum úrslitaleik í Hafnarfjarðarmótinu milli Hauka og FH. Þetta er ekki smá leikur, þetta er árlegu viðburður, úrslitaleikurinn er yfirleitt milli þessara liða í þessum mótum. Já. Og þessi lið spilinga helvitis æfingaleiki sko. Nei. Haukar vilja ekki tapa fyrir FH og FH vilja ekki tapa fyrir Haukum og það breytist ekkert sama hvar og hvenær er spilað. Já. Ég held ég með vona á skemmtilegasta leik mótsins held ég. Já, þetta verður engin æfingaleikur. Haukar eru með þjálfari sem heitir Aron Kristjánsson. Já. Og hann hattar að tapa fyrir FH. Já. FH-gar eru með FH-ang í brúnni líka. Já. Sigursteinn Ardal, hann hattar að tapa fyrir Haukum. Já, já. Þetta er bara einfalt. Og ég lofaði því að það er aðeins meira heldur en svona æfingaleikur hérna undir. Já, klárlega. Einnig ætlum við náttúrulega bara að vinna hérna mót nr. 2 í sumar. Já, já. Halda áfram að raðinn málmum hérna inn á Schenker. Já. Og ég veit ekki, ég er bara svolítið spenntur. Ég er virkilega spenntur fyrir þessu leik. Hlakka til að sjá líka, við ætlum að fengum dálítið gefins leik hérna á móti Aftureldingu í leik nr. 2. Og þannig ég held að ættu allir Hauka fætur að vera nokkuð feskir. Já. Og fyrir utan það að Aron Kristjánsson er búinn að nýta hópinn gríðarlega vel. Allir fengið að taka þátt og spila. Sjáum að Bjöggi byrjar. Já. Bjöggi spilaði 60 mínútur gegn Stjörnunni og Andri 60 á móti Aftureldingu. Og mig grunar að þessi leikur ráðist bara að hvernig þið standa sig. Já. Ég held að hann hiki ekkert við það núna að fara að láta þetta rúlla eftir frammistuðu eingöngu. Dölur byrjar í markinu hjá FH. Já, já. Og bara, ég held að sé bara, það er bara stóri byssurnar að dregna fram í svona leiki. Já. Dómarapar leiksins er mjög athyglisvert finnst mér. Já. Það er ákveðið að fara skemmtilega nálgun HSÍ og vera með svona FH-ing og Haukamann að dæma saman leikinn. Já. Og hérna, já, það er Jón Karl Björnsson og hérna skal ég segja Bjarni Viggós. Já. Hérna, þetta verður bara geggjað. Þannig að tilkilla liðin, við skulum gefa Friðrik orðið. Rétt. Jæja, þá erum við búin að kynna liðin og þá fyrir leikur að hefjast. Það eru tvö lið, Herbert, sem eru líkleg til árangurs í vetur, myndi ég að segja. Sammála því? Já. Bæði liðin gríðarlega vel mönnuð og hérna til alls líkleg í vetur. Það er virkilega spennandi að sjá hérna Haukaliðið. Þrír nýjir leikmenn í liðinu. Björgvin Páll markmaður kominn aftur og Þráinn línumaður, virkilegur styrkur fyrir okkur að fá svona stóran og öflugan leikmann hérna í þristinn í vörðinni og inn á línu til að hjálpa Heimiróla. Og Geir Guðmunds náttúrulega örfundur, mjög fjölhæfur og bara strákur sem áttur að nýta okkur gríðarlega vel. Byrjar í horninu hérna í dag eins og aðra leiki í þessu móti. Já.
FH-arnir að starta hérna með Jón Bjarna inn á línu greinilega og allavega í Jón Bjarni og Ágúst byrja báður náttúrulega varnarlega í þristunum. Sjáum að Haukarnir byrja með, eins og segir, Geigums í hægri horninu, Óli í hægri skittunni, Tjörfi og Adam mynd klára hérna fyrir utan, Orri og svo Heimirinn og línu. Sýst bara engin varnar að sóna skiptingarna, þetta er bara liðið. Hinum minn erum við með Jakob Martin og Birgir í hornunum og Bjarni Ófegur og Ási í bakvörðum og eins og ég sagði þaðan, Jón og Ágúst í þristunum. Bjöggi í markinu hjá okkur og fylgdu Öller hjá F-fangunum. Já. Og vörð Bjarni Ófegur. Já, hann spilaði lítið á fimmtudaginn, kom aðeins inn varnarlega í seinni hálfleik. Orri leysir, þetta hefur við séð mikið í mótinu. Óli með gott skot í klofi á Döller, glæsilegt markjóla. Óli er búinn að vera frábær. Já. Við strikalega vel á standið á honum. Góðu varnarlega líka. Já, við erum með Tjörfa hérna inni fyrir framann. Já. 5-1. Já. Það er gaman að sjá hvað Aron er að nota mótið og prófa alls konar hluti. Við sáum 7-6 hérna móti afturheldingu í 60 mínútur. Þannig að það er option fyrir okkur sóknarlega. Og svo erum við að sjá 5-1 núna. Það er mjög skemmtilegt. Þetta er bara undirbúningu fyrir mótið og það þarf að vera klár með allt. Já. Það er alls konar möguleika, ekki vera fyrirsjáanlegur. Glæsilega var í Björgvin Páll. Ágúst hefur verið að nýta hræðilega færi sinni í þessu móti, Heppi. Hann var bara að segja þess að þetta er nú einn af betri línumönnum deildarinnar og hann hérna verið að slúta hrikalega illa. Það er svona óvanalegt. Og svo ætlaðum við ekki að gleyma því að það er kannski ekkert grín að slúta á Björgvin Páll. Það er náttúrulega frábær 6 metra markmaður. Já. Og oft í tíðum bara hentað honum ágætlega að fá að sig góð færi á línu, sko. 1-0. Við getum tvöfalda fórustuna ef við setjum hennar í netið. Við förum aftur í hot hérna vinstri. Óri kominn inn, Óli mættir á boltan, vel gert, byttunum við. Óli blokkar enga skref, ég er ekki alveg viss, ég fekk ekki ták frá Jón Kalli. Jón Kall flautar þetta. Það er 3 línur allt í einu hérna. Já, eiginlega var mikið línumönnum var það ekki. Já, kemur 9 metra skot. Jafnar myndin. Já, gott skot hjá honum. Tjörfi. Hvað ætlar hann dæmt á hann? Ég er ekki alveg sjór á því. Það ætlaði ekki verið bara ólulega blokkur. Orri inn. Vel skotið Orri. Orri er að stefni að verða frábær hornamaður. Já. Var ákveðið að komast í gang svona. Já, góðu tjekki á F-fangunum hérna. Þetta er vel spilað. Tjörfi missir algjörlega af sínu manni þarna og hérna, það er vel gert hjá F-fangunum. Það er erfitt að eiga við þetta ef þetta er vel gert. Ég hugsa að Orri sé mjög þyrstur í að spila. Hann náttúrulega var svona ákveðið að komast í gang þegar allt var stoppað. Já, mistur hérna verið bara svolítið 1 ár út í sínu svona progress, sko, sínum framförum, sko. Hann hefur bætt mikið við sig í styrk og krafti. 2-2. Adam. Halda flóta boltanum. Adam upp, gott skot Adam. Adam er búinn að finna fjærhorni, ég kann að meta það. Markmenni mæta miskunnlaust í nærhornið á hann og minnst hann alltaf skora þegar hlutunum fer. Bjöggi með annan bolta varinn, vel gert Björgvin. Keyrir upp. Já, fáum við Adam að setja bylginni. Óli 1-1. Og tapaði bolti. Góð vörð hjá F-fangum. Jakob Martin. Já, vel slútað. Jakob er búinn að vera góður í þessu móti. Já. Og er hérna svona þræl skemmtilegur leikmaður finnst mér. Já, spila góða stöðu, varnarlega getur spilað út allt þar, bakur, fyrir framann eða hvernig sem er. Svona bara nákvæmlega sami leikmaður og þeir eru með í honum Arnari Frey. Já, sem er ekki með í þessu móti vegna einhverja meiðsla. Tjörfi, já, þetta er svolítið soft, vel varið á Döller. Og Einar og Björgvin Ver, það er ekkert fyrir þessu. Ekkert fyrir að verja þetta. Ágætið skot hjá honum, en hann er vel varið. Óli milli 1 og 2, glæsilegt Óli.
4-3. Keira hérna á hvort annað. Það líka bara þannig í handbolta að þessi markmenn þeir stjórna svakalega mikið sveiflunum í leiknum og þegar þú færð þessar markvörslur þá færðu bara einhvern veginn mörk alltaf og þá gengur þetta allt miklu betur. Björki komið 3 bolta varða, það er ekki rétt sem er. Jú. Það er 50% ef að tölfræðin er ekki að svíkja mig. Já, það er bara hárrétt hjá þér. Og Dölur með 1. Já. Jakob Martin leysir inn hérna með bolta. Og leysir svo út. Já, leysir svo tilbaka aftur. Bjarni kemur beint hérna, vel var í Björgvin. Þetta fannst mér ekki mikið. Já, ég veit. Maður lendi í einhvern talningarvesinni hérna. Já, Aron er að fara yfir þetta verður lagað. Já. Gerist ekki aftur. Vel var ég á Björgvin Pál. Já. Mér varst þetta softvíti, sennilega verið inn í teig. Já, sér alveg hrikalega góð vítaskipta. Já. Það var bara að segja eftir svo er. Það er ekki mörg vítin sem hann klikkar. Já, þú tekur bara svona, hvað að segja, undanfærin ár sko. Já. Sér þann ekkert brenna mikið. Nei. 4-4. Þetta sem var að fá hörkuleik hérna hefði. Já. Hörkuleik. Já, taka vel á heimavála hérna á línunni. Já. Búið að teygja vel á treyjun hans. Já. Adam Óli, Óri er hérna inni. Já, vel mætt á bolta Tjörvi, glæsilegt. Já, vel gert. Já. Tjörvi með allar þessar tímasetningar og öllu einhvern veginn upp á 10 þess manni. Við höldum áfram hérna í 5-1 með Tjörva fyrir framann. Ég veist ríkalega gaman að sjá Tjörva spila hlutverki vörn, ég verður bara að segja það. Hann er verið einhvern veginn allt og lítið í því hlutverki. Já. Auðvitað glýmt við eitthvað meðsli og eitthvað svoleiðis en ég meina... Það hjálpar okkur líka upp á bara að keyra aðalbylgjuna að vera með leikstjórnarmann okkar. Já, sjálfsögðu. Aðalheilan í þessu. Sjálfsögðu. Jakob kemur aftur inn, alveg sama áðan. Já, þetta er fínt skot, opið með skotið, sláinn niður. Hraður plaup, góð sending Óli, Orri kominn upp, mark, 6-4. Einar reis aftur, fjær, já. Einhver talninga hana. Já, Einar virkar í toppstandi. Já. Hann lítur vel út. Glíma svolítið við axlameiðsli fyrra, var það ekki? Já, en hann er alltaf búinn að bomba mikið á marki hérna, þannig að hann hlýtur að vera öxturinn í lagi. Já, ég meiti bara góð skot, þetta er svona eins og maður sá hann bestan. Áfram Gakk, hvað spilum við? Geir kemur hérna á ferðinu úr horninu. Óli, slög sending, tapaði bolti. Við vorum komnum í yfirtöluna, þetta var vel spilað. Við vorum góður að keyra heim líka, við vorum fljótið tilbaka og telja rétt, sérðu. Þetta er einhvern veginn svolítið svona. Nú tapar boltanum og menn hlaupa illa tilbaka og þá ferður bara aðeins markið góðu liðum. 6-6. Já. Keks eins og sem ég myndi segja. 12 mörk á 8 mínútum, það er ágætis tempo á þessu. Já. Það er ekki svolítið svona, ekki okkar hefð. Við verðum að fá lítið að mörkum á okkur og svona, sko. Það er oft verið í þessu móti hérna mikill hraði í byrjun og svo hægist á því, sko. Og skot Adam. Já. Dölur er mættur í hornið en hérna, þetta er bara fast og alveg út í stöng. Einar aftur. Bjarni með mjög sterka svona utanverða hreyfingu. Ef menn er ekki reddi þá fer hann þarna á milli. Góða svona skotgarbreyningu líka sem hann svona frægur fyrir. Já. Þetta er gaman að sjá hvernig liðin nota hópinn hérna í þessum leik. Þetta sem að sjá 14 leikmenn spila eða hvort að menn ætla að spila láta það sem spila meira í vetur spila meira. Já, það væri alveg svona, núna eins og sögum áðan sko, núna er þetta að fara að vera síðustu æfingaleikir. Já, við erum ekki alveg að fungera í 5-1 vörninni, svona aðeins svona, þú veist. Eitthvað smá talning. Já, það er sennilega bara smá æfingaleysi sko, það er verið að prófa hluti og æfa hluti. Og maður er að fá hjálp þarna í 6-0 vörninni sko. Já.
Máni að koma inn hérna fyrir Ólaf Ægi. Já. Hóðnið. Máni búinn að spila virkilega vel núna, bæði Selfoss í Ragnarsmótinu og í þessu móti. Nýta færi sín alveg gríðarlega vel. Já. Já. Geir, Adam. Gott Adam, glæsileg hreyfing. Frábært mark hjá Adam Bamberg. 8-7 Haukar. Einar farið 2 hægri hérna FH. Einar leysir inn. Bjarni, vel varið Björgvin. Bjöggi með sinn 5. bolta. Yes. Bjöggi búinn að vera góður. Þetta náttúrulega landsliðsmarkmaðurinn okkar. Við viljum bara sé alltaf góður. Já, Bjarni Einar. Gústi Rikkert inn á línu. Og byggir að slúta vel í horninu. Kannski Orri gefa honum óþarlega mikið þarna. Aðeins svo mikið. Það hefur ekkert gefið í þessum leik. Hörkuleikur. 8-8, 11 mínútur. Kæró bara venjulegur. Tjörfi með skot. Þetta er bara easy fyrir Döller, sending og beint á Birgir. Mark, FH komið yfir. 9-8. Það þarf að skjóta þér og Döller til að skora. Það er bara þannig. Það má ekki vera beint í fangi á honum. Ég sé að Jakob Aronsson að gera sig kláran. Já. Hann er búinn að koma ríkalega vel út, finnst mér í þessu móti. Hann spila frábærlega varnarlega. Geir, Tjörfi. Já, Adam upp. Vel gert strákar, frábært mark. Geir með sitt 1. mark. Já, mæti vel á boltan þarna. Virkilega vel gert. Og Jakob kemur hérna inn og spila bakurinn fyrir Geir. Ég er mjög spenntur að sjá þetta einvið hérna, Jakob á móti Bjarnófi. Jakob að máta sig svona gegn sterkari spilurinn deildarinnar. Ætla hann taki skotfinduna. Já, takk hann í fyrsta. Svona skólabókardæmi. Sjáum til. Já, þetta er bara tapað bolti FH. Meðskilningur á milli Einars og Birgis. Einar mjög úrhress. Átti greinilega að mæta þarna á boltan. Og sí. Gult spjald á Jón Bjarna. Ég er farin að halda að Heimir sé bara í of víðri treyju. Það er alltaf eins og það sé að vera að klæða hann úr. En kannski er þetta bara taktík. Það gæti verið. Eða bara verið að tósa í teyrahíum. Mögulega þarf bara að taka verulega vel á honum hann inn á línu til að stoppa hann. Ég hugsa sér nú bara það. Já. Já, þetta endar Orra. Og flott slútt Orri Þorkelsson. Glæsilegt. Orri svolítið að vinna dúeli hérna. Aftur kemur tjekki hérna. Vel varið Björgum Páll. Já. Þeir hafa mæst nokkur sinnum hérna Orri og Biggi á æfingum með yngri landsliðum. Já. Gríðarlega efnilega leik með báðu tveir. Bara verða góðir raun og veru. Já. Það er hættulegri móti 5-1 svona þessi tjekka, þetta er 2 manna spil. FH-göndir er búinn að nýta sér það alveg mjög vel hérna vinstra meginn í leiknum. En spilaði þetta sem Jakob kemur með boltan og hleypur tilbaka. Já, Ágúst. Vel varið Björgum Páll. Hvað er komið að vara bolta? 7. Glæsilegt. Adam skilur Gúst eftir. Flott. Ekki flott setting. Góð hugsun. Já, mér fannst þetta að vera beint á hann en svo var ekki. Já, Bjarni leysir inn núna í seinni bylgjunni, Einar upp, stoppið hann. Góð vörð, strákar, það er ekki dæmt. Og Jakob. Glæsilegt Jakob.
Nei, hvað er að segja Jakob? Ég ætla að segja Máni. Kristoffer Máni. Kristoffer Máni. Það var Jakob sem var hérna í baráttunni í vörn og Þarna var Þuli á í messunni. Já. Það gerist mjög sjaldan. 11-9 Haukar eftir korter, þetta er fullt af mörkum og gott tempo í leiknum. Töluvert meiri hraði heldur en var hérna áðan í afturhalding Stjarnan, á mínum mati. Já. Já, nú koma þeir í. Þá getur hann að prófa alls konar innlýsingar. Nú er það að koma hérna í miðjumaður. Kemur Júki og svo leysir miðjumaður inn. Já. Það reyna að búa til einfalda misskýring. En þannig mætti orði komast. Jakob hérna 1-1 á móti Bjarna. Klassa vörð Jakob. Nei, þetta er soft Bjarni maður. Uss. Þetta er aldrei vítakast að mínum mati. Nú er Nöldri að skila sér held ég. Þeir voru að vildu fá víti á þann. Nei, þetta er bara aldrei vítakast sko í handbolta. Þetta er bara léleg dómgæsla þar sem þetta er. Gefist mark fyrir FH. Það er rétt að vona að Jón Karl gefa okkur eitt á móti hérna ekkert mann eftir. Er það ekki eitthvað það? Áfram gakk. Atli Báru kominn inn á miðuna. Tjörfi byrjar hérna í skyttu. Og Þráinn er kominn inn líka. Aron að nota hópinn áfram mjög vel. Já. Já, frikast. Þráinn aðeins að þreifa boltanum. Já, eins og svona finna touchið. Og sending Tjörfi, glæsilegt. Það er ekkert margir sem er að vinna með þessa sendingar í úrslit kalla. Það get ég alveg sagt þér. Það var frábærlega gert. Og okkar línum er kannski að læra það að vera alltaf vakandi. Alltaf vakandi sko. Já. 12-10 Haukar. Og við erum alveg fullt inni. Ég er virkilega gaman að sjá þetta. Já, Jakob hérna 1-1 á Bjarna. Já, vel spilað hjá F-fæðingum. Vel var í Björgvin Páll. Hann letur ekki byggja skora þriðja skipti á sig. Upp. Annað tempo, Tjörfi. Já. Já, búið. Stillaður upp. Björki búinn að vera frábær. Virkilega góður. Svo Tjörfi fær pásu. Guðmundur Bragi kemur inn á. Já. Þá er spurning hvort við höldum áfram í 6-0 vörninni, nei 5-1 vörninni. Já, Geir, glæsilegt Geir. Góður rússi hana. Rosalegu kraftur í þessum strák. Alveg hrikalegu kraftur. Gummi bara fyrir framann. Þetta er bara leikmann sem okkur vantaði að mínum mati. Þetta gæti verið eitt af betri sæningum fyrir tímabilið. Ég veist hann líta eins og góð standi einhvern veginn og bara svona mikil orka í honum. Svo má Tjörfi og Gummi bara skipta, bara hrein skipting. Já. Já. Fótur. Við erum með 3002 hérna innan núna. Okkar efnilegustu menn í félaginu. Jakob og Gummi og Máni. Og það er leikhlé. Leikhlé 14-10. Við erum bara allt í komin 4 mörkum yfir. Hrikalega vel spilað. Já, við erum að ressa hérna í seinni bylgju. Og Aron óhrættur að hreyfa hópinn og hann er svolítið á aðra nálgun heldur en sumir þjálfari hérna í mótinu fyrst með. Hann hikar ekkert einhvern veginn við að nota alla. Hann virðist treysta öllu leikmönnunum. Við sjáum bara eins og Patti áðan, þá var hann bara með sína bestu menn bara allan leikinn. Já, Patti er hann að vera, hann nota leik 1 og 3 bara eins. Hann spila bara á okkur, ef við tökum markmennin út úr þessu, þá er hann að spila kannski meina varnarskiptingu og hérna aðeins að víxla kannski örfundu, en annars er hann bara að spila á sínum sterkustu hestum 2 leiki og gefur svo hinnum hérna 1 leik. Gunni Magn náttúrulega bara í vesinu með sinn hóp, ekki alveg að marka það kannski, hann spila bara þeir sem eru heilir. Það er öðruvísi sko.
Og svo þessi lið eru svo sem kannski svipum með það. FH getur alveg verið að rúlla svolítið. Já, eins og rúlla. Þeir kannski eru ekki alveg með sömu gæði og við í augnablikinu. Við náttúrulega með nokkra menn í meiðslum og svoleiðis. En heill FH-hópur er mjög sterkur og með þeim sterkustu í deildinni. Leonard og Birgir skipta hérna, Leonard komin í hornið. Já, og Einar Sindra. Einar Sindra kom inn fyrir hann Ásbjörn. Já. Annaður og Breytt Jú og Jón Bjarni tekur núna vörn og sók. Já, þeir eru full skipting hérna, FH til leiklið. En hann búinn að vera í vörninni, þannig að núna ætli sé ekki þá hann Gústi sem kemur inn í vörn og sók núna. Jú, og maður búist við því. Já. Við fáum sama hérna áfram. Jakob kemur hérna með boltan. Spilar hérna og leysir svo að Rikki svo yfir. Tekur Jakob með sér. Já. Atli vildi hann að fá eitthvað. Já. Atli er svolítið að hjálpa dómarunum stundum við. Já, og góður Orri. Já, Atli. Já, flott. Vel gert. Þráinn gult. Já, gaman að sjá Orri og fljótur að kveikja perinu þarna. Já. Bara virkilega vel gert. Það sendum þetta spursmá hvort hann bara myndi ná hreinlega boltanum. Já. Áfram gagg. Já, tveir hægri hérna. Bjarni kemur á þetta. Sláinn og hvað? Út af Haukabolti. Bara út af Haukabolti. Já. Við séum að fara að taka með okkur hefði út úr þessu móti hérna. Alveg fullt af hlutum inn í deildina. Já. Við örugglega stöndum þessa 5 meðan við erum yfir í leiknum og æfum hana áfram. Sko. Já. Búin að sjá frábæra 6-0 hérna móti Stjörnunni. Já. Búin að taka heilan leik 7-6. Já. Afturhaldleikurinn fór kannski svolítið í það. Kannski ekkert mikið að marka hann kannski varnarlega þannig. Nei. Já, Geir mætir vel á boltan, Gummi. Allir. Já, það er smá þungviti á Gumma. Gríðarlega flottur strákur, efnilegur. Já, hann er góður hérna maður og mann. Þannig að ég myndi vilja sjá kannski reyna einangrað. Þannig að hann fengi að sækja þess á hérna á þessu stóru þungu leikmenn hérna. Svo eins og kemur núna. Já, Geir kemur 1-1 hérna og tapaður bolti. Já. Já, gott Gummi, flott þetta, glæsileg vörn. Mér finnst eins og Gummi hérna í fyrri áður hann tapar boltan bara með að vera graður bara og sækja maður og mann á Jón. Já. Bara grimmur í því. Já, menn er að láta finna fyrir sér hérna. Leonar farin út af. Já, hann er eitthvað að fengja eitthvað hnjask. Einar Eiðsson fær engan afslátt hérna. Nei, þetta er Haukar FH, þú fær ekki neinn afslátt að einu né neinu. Ekki nástæða til. Nei. Menn er ekkert dirty, menn spila bara fast. Já. Bara láta finna fyrir þér. Já, innan ramma lagana eins og hægt er. Já. Já, Einar kemur að Gumma, flott sending. Já, þetta er mark. Já, góð sending Atli, Máni. Glæsilegt Máni. Máni er að slúta frábælega. Rosalega, mikið sjálfstörd í skotunum. Ég er það samfærandi í öllu sínum slútum. Þetta er tiltölulega fjölbreytt, þetta er svona, hann er að horfa á markmanninn, afslappaður, þetta er bara hrikalega vel gert. Já. Það var eiginlega það í Ragnarsmótinu líka. Já, ég er eiginlega bara fram af vonum sko, hvað hann er komið langt finnst mér. Já. Þetta er þetta ekki ólisteildir, fyrir hann er þetta hörku leikir með ágætt spennustíð og svona. Já. Sýnir það að við erum ekki að flæðiskil staddi með örfenda hornamenn sko. Nei. Ekkert, nei, þetta er ekkert á þetta. Skilir þetta ekki alveg með þessa línu með sko. Þetta var í bolti. Hann er bara í lélegu jafnvægi, grípur boltan, snýr sér frítt, það er ekkert púss. Æ, ég veit ekki. Kannski er ég svona ógeðslega hlutdrægur, það geti alveg verið. Mér finnst þetta ekki mikið. Æja, Björgvin Páll. Komið tíminn á að verja víti. Í klofið, nei. Hvað er FH búið að skora í vítum? Eru 3-3 í vítum? Já, það ekki, 3 frekar 4-4. Á við ekki bara skemingin inn í fjóruða? 3-3. Þetta er Ásbjörn með 4 mörk, þannig að það hlýtur að vera 3. Já. Því hann skora 1 hann eftir tjekkan. Já, rétt. Rétt.
Guðmundur Bragi í skyttunni, Atli er hann á miðjum, Orri leysir. Já, Atli góður stöðu, Geir upp. Löngu mættur hann í hornið, löngu mættur. Skref. Það eins gott að ég ekki að dæma þetta heppi, þannig að þetta frekar þægilegur leikur fyrir Hauka. Þetta var hann að, þetta leit samt allavega þannig út. Það skref líkt að þessu bíliti svona. Herðu, hann er bara fjara út þessi hálfleikur hérna, 6 mínútur eftir. Já. 15-13. Stór skemmtilegur. Já, mjög flott, alvöru leikur. Og við erum að nota hérna bara strax í fyrri hálfleik bara okkar hóp svona eins og mögulegt er. Halldór og Andri Skeng hafa ekki komið við sögu. Og Jón Karl. Orri fengi allan tíman. Já, og Jón Karl, já. Og Gubbi tapar hann. 15-14. Okkur er refsa fyrir svona mistök, það er bara þannig. Þannig er íþróttin. Gummi með 2 tapaða bolta hérna. Já. Gummi er að læra, það kemur alltaf smátt og smátt. Þú þarf að fá að gera mistök og á þess að allt sé alveg crazy. Mér finnst það svolítið bara svona passífur sko að skoti fyrir sjálfan sig. Já, svo kemur hann hérna, Aron Madriði leikinn honni hann, fari í rólegheitunum sko. Kemur þetta smátt og smátt. Geir á þetta, Atli. Já. Flott. Já. Ok. Atli Báru, Tjörfi, vel spilað, Orri Þorkels og glæsilega gert. Þau getur vel losa hjá Tjörfa í hópnum. Hann er með leikskilningu upp á 10. Með Tjörfa í skyttunni þá er Orri einhvern veginn kannski betri málum. Hann veit að hann fær boltan alltaf og réttum tíma og allt það sko. Og réttum stað. Réttum stað. Svo þarna mann algjörlega í andlitinu og þetta dettur að hárri réttu tempói niður í horn. Gaman að sjá þetta. F-fangið skiptir í vinstra horninu. Hlynur kemur inn á. Hlynur Jóhannsson. Jakob Martin búinn að skila sínu. Þeir skiptu mikið inn í vinstra horninu í síðasta leik. Já. Það voru 3-4 sem fengu að spreyta sig þar. Jakob var með hvað, hann tók 40 mínútur þar og svo voru 2 sem skiptu sér. Og misskilningur, og Peppi, Þráinn og Atli svona í einhverju smá misskilning. Já, þetta er svona bara svona talningar. Já. Það verður svolítið gaman að sjá, ég kemur ekki óvart að menn ræði svona þessi mála aðeins í hálfleik skilur við með varnarleikinn, það sem er að fara úrskeiðis. Við byrjum í 5-1 og svo kannski 6-0 í lokinn. Kemur ekkert óvart, en er Aron að taka timeout? Nei, og bara þurrka boltan. Já. Sjáum að Aron er ekkert að panika þótt að komi svona einstaka feilar hérna, svona talningafeilar. Nei, menn nýbyrjaðir að æfa og það verður að prófa alls konar hluti og finna hvað henta best. Okkar liði. Svona finna réttu blönduna. Já. Réttu taktíkina. Já. Við erum alltaf að fara að spila góða 6-0, það er gott að eiga aðra hluti í bakpokanum. Já, fríkast. 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik, 16-15, það er mikið skori í þessu. Já. Geiri upp, stingur niður, smá svona vandræðagangur á okkur. Hendin uppi. Atli, alla leið, nei. Hendin áfram uppi. Stillu við upp fyrir Geir eða? Kemur Tjörfi að sækja Geir hérna ekki bara? 2 sendingar, eða bara stillt upp, bara beint. Bara beint. Það er hot. Aftan í ánum, þetta er bara víti á 2 mínútur. Já. Fáum að sjá þetta aftur. Já, Ási er ekki sáttur. Hann hreistir hann algjörlega af sér, hann er aftan í honum þarna. Já. Spurningin er hvort það er Ási eða Nonni sem að klára hann sko. Veit einu sinni enn, Berkið? Eru það að bíða bara? Hvað? Það er eins og þeir ætla ekki að dæma neitt.
Þeir eru búin að reka hann út af. Hann Ása, já. Já. Bakgrinding, bara hárrétt. Já, þetta bara rétt. Það ekkert hægt að kvarta mikið þessum dómi held ég held ekki. Geir að koma út af, blæður eitthvað eins úr honum. Óli kemur inn. 2,5 mínúti eftir, ný sókn. Og við erum svona nánast út hálfleikinn einu fleiri. Já, hvað förum við í hérna? Atli leysir hérna milli 1 og 2 og Tjörvi dregur frá og Óli inn og klikkar. Vítakast og hann heppinn að fá ekki aðra Bróttisson þetta í raun og veru sko. Það að koma smá fætingur í þetta hérna. Já, menn nenni ekkert að tapa þessum leik. Nei. Enga trú á því. Orri á vítapunktinum, nú vil ég fá mark Orri. Já, flott víti, 17-15. Orri með sitt 5. mark. Já, hann búinn að vera góður, mjög góður. 17-15 Haukar, hvað fara að fanga þeir í? Enginn í markinu, það er empty goal. Kairó. Og hotnamaður leysir inn á móti, tæma hotnið. Góð sending þarna. Þetta er vel spilað í F-fangum. Og við hljótum að koma að nýta tíman, fara beint í aðgerð. Hann að lét. Hvað er Döðli búinn að vera í fyrirhálfkeppi? Hann er búinn að 4. 4 bolta. Nei. Út af, Tjörvi. Já, tapaði bolti. Það er þá að geta jafnað, þeir fá síðustu sóknina. Já. Það er sennilega ekki að flýta sér mikið upp í þetta einu færri. Byrja svo með boltan í seinni. Já. Sáum að Máni lét tæma sig aðeins svona úr stöðu eftir þegar leysingin kom inn á móti. Já. Sama. Já. Nei, já, Bjarni upp. Já, kláraði hans nokkar. Jakob kominn yfir í hindbakurinn og fylgir þeim alla leið. Hörkuvörn. Það er með 2 á línu. Gústi kemur aftur hérna, sama. 8 sekúndur. Hendin er uppi, fullt af sendingum hérna. Skot, þetta er inni. Ans. Yes sir, 17-17 í hálfleik, í hörkuleik. já. Einar Eis kom með 5 mörk á F á Ási 4, markahæstir. Hvað segir átti Björk ekki að taka þennan bolla? Hann búinn að vera að setja hann í fjær mikið, hann er svona semi-mættur. Búinn að 2 eða 3 mörk að það sem hann búinn að vera í boltan miklu. Björk var frábært að fyrsta korteri, svona aðeins fjara undan honum. Með 9 bolta. Já. Og 17 mörk Ási líka, þessi prósenta sem við erum alltaf að berjast við. Já. En hérna munurinn á liðanum er engin markværsla, það er alltaf staðan er í öfn og við höfum verið með betri markværslu. Já. Þannig að það er bara svolítið þannig. Já. Við hérna tökum smá pásu. Örlitla pásu og komum eftir smá stund. Já. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Like to Já, við erum mætt aftur hérna seinni hálfleikur hafinn. Svona óbreytt lið að mestu leyti nema við erum komnir hérna í 6-0. Já, og við erum búin að skipta vallarhelming. Já. Það er stóru fréttin þar. Adam kominn aftur inn, Heimir. Já, Heimir, Geir. Máni heldur áfram hérna í hóttinu. Og Orri líka. Já. Bjarni upp í slagskot, vel yfir. Já, þau eru að leita Heimi. Alltaf eins og sem er að klæða Heimi á búningnum, það breytist ekkert. Er þetta ekki bara málið að fara í númerið minna? Ég veit það ekki. Maður svona spyr sig. Já. Vel spilað, góð sending og góð slútt. 18-17 Haukar. Já.
Bjarni upp aftur, Björgvin Páll ver. Góð sending, Orri Freyr Þorkelsson. Já, 19-17. Björki byrjar eins og hann byrjaði fyrri hálfleikinn. Að verja. Góð finta hjá Bjarna. Góð vörn. Og vel varðið. Raun og veru. Það var búið að flauta. Já. Verður þetta ekki okkar helsta vörn í vetur, 6-0, Heppi? Það er ekki alveg á hreinu. En það er flott að hérna að fá mínútur í að prófa eitthvað annað. Mjög gott. Bjarni yfir á Einar. Já. Já, þeir eru bara í vandræðum með þetta F-fangarnir. Þeir eru í vesinaðum í sókninni. Já. Blokkering, þetta var vel gert. Vel gert, Björki ver. Við erum svona fyrirsjánu blokkering með svona svolítið svona, við svolítið lélegir að ná ekki svona... Forvinna framfinnan. Já, ég vil alveg vilja sjá það svolítið. Skipting, Þú fær skiptinguna þína. Já, ég hitti Andra hérna á hann, ég sagði hann að verja eftir um 1 víti. Hann ætlaði að gera það bara strax í byrjunsetni. Varstu ekki samt ekki 2 metra fjarlægð? Jú, ég væri 2 metra fjarlægð, ég kallaði það bara á. Nei, gott víti hjá Ása. Hann er leiðilega öruggur á vítapunktinu. Já. F-fangarnir halda áfram í sinni 6-0. Já. Já. Geir, góð vindu áfram með boltan. Gott Adam. Já, þetta skrifa hann. Skrifa, já, ok. Sáðu ekki, en sennilega rétt. Ekkert, Jón Karl Ævi skrifa okkur hérna og svo alveg rosalega soft fríkast hérna hennum með. Áfram gakk, Jón Bjarni, Einar, Bjarni mætir á hann, Ási. Ási hérna er að nýta, hann er að blokka vel hérna fyrir á. Jakobinn býtur nú við, Ruðningur. Já, ég meina það er ekki þetta að gera þetta svona, hann hleypur bara á mannin. Adam upp með því, já, flott Adam, vel gert strákar. Jakob Martin ekki sáttur en ég... Þetta leit mjög raunislega út fyrir mig, ég ætla að sé ekki alveg hvað máli stendur en mér finnst hann bara hlaupa beint á hann sko. Sjáum þetta aftur hérna, Bjarki náði þessu sjálfsögðu. Kemur boltinn yfir. Hann er bara nánast út af, þetta er rosalega fín lína samt. Þetta er alltaf fín lína hann á milli. Þetta er kannski það erfiðast í dómgæslunni oft, það dæma akkurat þessi moment. Við þykjum þetta bara áfram gakk. Ási, Einar. Ási, já, utan við hvað er í gangi hérna. Upp með ykkur segir Bjarni Vigvarsson, upp með ykkur. Já. Hann vill ekki neina leikþætti hérna. F-fangarnir hafa verið í smá ströggli hérna sóknarlega. Við erum að standa góða vörn. Hvað er bara að skora 1 mark hérna á 5 mínútum? Já, og bara svona... Ekkert verið að spila sig í ykkur færi heldur. Nei, Bjarni, Björki alveg í þessu. Gjörsamlega í þessu. Hann veit það sjálfur, hann hefði átt að klára þetta. Adam, Tjörvi. Já. Það er bara jaðra við svona bakhrindingu. Já, hann er bara hálfgjörlega að íta baki á honum. Það sem er að gera, sko. Það var svona eitthvað á mörkunum, allt saman. Já. Það er eitthvað að þurrka boltan, það er eitthvað smá bleitu-vesen.
Vel spila Tjörvi, byttunum við þetta dóleblokk. Heimir ósammála. En það skiptir bara einhver máli, það dómar þessi dæmir. Aron ekki sáttur heldur, hún fyrst F á línumenni verið alveg jafn ólulegir hérna meginn. Já, þetta bara skref. Þá Einar brjálaður. Já, losa hann. Já, þetta er bara ekkert. Hvað viljið þið fá? Nú skil ég ekkert hvað er í gangi hérna. Ári nær boltanum er að fara inn í dauðafæri. Það ætlaði frekar að fá fríkast eða? Sjá. Hvað? Þetta finnst mér afar sérkennileg dómgæsla. Náðu þessu aftur Bjarki, ég mistaði þessu hérna. Er þetta ekki bara eitthvað svona Salomons dómur eitthvað? Þú veist, annarkvæmt er þetta ruðningur á þetta, en ekki. Nei. Ég hefði annarkvæmt dæmt ruðning á Adam á þetta eða bara sleppt í látið leikinn fljóta áfram, en það er nú bara ég. Og Tjörvi, Geir aftur upp þarna, gott skot Geir, flott skot Jón. Jón Bjarni liggur þarna inn í teg. Einar Ási algjöru lykilmenn í F-liði. Já. Það er nú bara þannig. Orri kom með 6 mörk. Það er bara svolítið þannig. Yes. Það er eitthvað bleitað á gólfinu. Búið að fjarlægja það. Já, hér eru menna með grímur og alla græður. Hér er verið að virða allt sem beðið að virða. Já. Jæja, F-ákvöndin koma. Ási vinnur hérna með línumanni, klipping, Bjarni upp, vel framhjá. Bjarni er ekki að hitta. Nei. Bara með 1 mark. Búið að spila allan leikinn í vinstri skiptunni. Frikkjutmennan hefði varðið þetta, ég sá þetta fór bara vel framhjá. Kemur svolítið seint inn í bolta, Sendingin kemur seint. Já, sammála því. Já. 21-19, 38 mínútur að verða búin að leiknum. Já. Orri kemur inn, klipping fyrir Adam, þetta við séð áður, Geir. Áfram með boltan. Adam að leita línu svolítið mikið. Já, við erum bara að koma á þetta, Adam. Við erum bara að negla á þetta. Orri leysir út, fær hann, ekki. Tapar bolti. Það leit vel út en hérna þau komast inn í sendinguna. Það er aðeins betri varnir í seinni hálfleik Hebbi og svona. Já. Hann tekur sína klassísku. Vel varið Björgvin Páll, glæsilega varið og glæsileg sending. Þetta er náttúrulega geggjur sending. Þetta er bara línusending frá markmanni. Þetta er náttúrulega ótrúlegt sko. Jakob kemur og leysir, Ágúst mill 1 og 2, vel slúttað. Tuttugu og 2-20. 20 mínútur eftir, það er allt í 20 hérna. Og gaman að sjá hvernig róteringin verður í seinni, þetta verður svona spennandi, hvort að menn spili svona aðeins lengur á hérna þeim mönnum sem allir að treysta á í vetur eða hvað. Hérna Geir, þetta er bara yfir. Einar Eysson. Einar Sindra komin inn á. F-fóðingum. Bjarni Ófegur fær pásu, ætla að sé ekki sóknarlega bara. ætla að sé þó í tveimur milli varna og sóknar. Bjarni hefur ekkert heillað mér hérna í skiptunni í dag. Nei. Ótrúlega sending, glæsileg sending á Einari. Það verður bara
Það verður bara að hrósa fyrir þetta. Maður sá samt þessa svolítið svona löngu áður. Já, við sáum þetta, en þetta kemur svona aftan að leikmannunum svolítið. Það finnst svona að koma skorpur þar sem Haukarnir svona hóta í að stinga af en F-fáingarnir svona leyfa þeim ekki. Já, þetta er alltaf að fara að vera í jafnvægi. Geiri, býtunum við. Dómararnir að ráða sér 2 mínútur fyrir að klæða Heimir á treyjunni. Loksins kom það. Menn hann mikið verið að reyna að ná honum á treyjunni, en nú kom að því. Ásir að gríða lósáttu við þetta. Já, ég meina, hvernig á þetta að vera? Ekki klæða hann sér sjálfur á treyjunni. Ég held að standi eitthvað starf í reglunum að þú megir ekki klæða andstæðinginn úr treyjunni. Nei. Ég held að það sé svona... Nú, alla leið, það er ekkert af þessu. Þetta var mjög skrítið. Vel gert í Tjörva á endanum. Það er svona híkt. Já, Tjörvi kom í pásu. Atli kominn inn á. Adam kominn í pásu. Þráinn kominn í vörnina. Já. Ég dó svipað bara á þetta rúlaði á hann. Já. Þegar við höldum áfram í 6-0 vörninni okkar. Vitturum við. Leo, Marið, Björki búinn að vera ógeðslega góður í þessu leik. Já. Það er bara hrósurum fyrir það. Datt ekki aðeins niður síðustu 10 fyrri hálfleika eitthvað. Hann er með 14. Já, frábær hérna framanna og búinn að vera mjög góður í seinni. Hvað er búinn að vera í seinni? Ertu með þetta skipta eitthvað þannig? Já, hann var með 9 bolti í fyrri. Já, kom með 5 í seinni og við erum að fá okkur 4 mörk. 17-17 í hálfleik. Já, við erum með það ferri, Geir Guðmunds. Já, Tjörvi kemur aftur. Já, vel var hjá Döler. Já. Það verður að taka 1 og 1 skot í þessari yfirtölu líka þarna. Þetta sé svona funkari. Skora úr þessu, þetta er nálægt skilur, hann er bara að klára þetta, en hrósa á Döler, vel varið. Döler hefur verið svona reytinn bolt á þessu móti, hann kannski ekkert verið svona alveg samfærandi sko. Við taka svona 1 og 1. Já. Vá, hann heppir að fá bara ekki ruðning á sig þarna. Bara beint á hann í einhverjum snúning. Sem að Benedikt er komin inn á. Já. Hendur er komin upp í Bjarna. Betur það er ekkert að gerast þetta. Sem er skotið. Það er ekki séns í Geir hérna, ekki séns í hann. Það er ekkert að frétta þetta. Það þarf ekkert að telja 6 sendingar, það er ekkert verið að sækja. Klipping einar, þetta hlýtur að vera skot. Wow! Þetta var fáránlega flott sending hjá Einar Eiðssyni sko í horninu. Þvílík varsla hjá Björka. Þetta var 2 frábær moment þarna í sömu. Allir að kasta boltana frá sér, en þetta er bara ekki nóg vanda hjá okkur því miður. Þetta er svona svolítið ódýrt. Við erum að standa okkur á vörðnefni í seinni hálfleik. Ég er virkilega ánægð með þessa 6-0 vörð hérna. Ég veit Heimir og Þráinn bara alveg geta að spila saman hérna eins og kongar sko. Sem Ási komin aftur inn á. Já. Ási er náttúrulega algjör lykill hjá F-fáingunum. Hann verður að vera inn á vellinum. Akkurat út af þessu sko. Björki nálægt þessu. Veit alveg hann að fara að draga hann. Það rétt missir á honum. Áfram með boltan Geir, inni. Það var hjá Döler og þetta er bara hraðablið með bakið, þannig er það. Það er búið að jafna. Þráinn kom inn fyrir Heimir og Óli er að gera sér líklegan til að koma hérna inn í skýttuna. Og Tjörvi komin aftur inn á.
Tjörfi og Adamsen í vatnaskiptingu, en ekki? Já. Orri frýr þarna. Úff. Já, gott Tjörfi. Kortir eftir 1 mark, þetta hörkuleikur. Þetta akkúrat þessi leikur sem við vorum að vona að við fengjum, en ekki? Já, kláraðan. Vel gert allir. Nú vill ég sjá okkur loka eins hérna og ná, já. Ekki það að það sé búið að vera eitthvað, minnst bara alltaf svona... Já, við fáum Óla líka núna feskan inn. Hann búinn að, á þessum momentum í síðustu leikjum hefur hann verið að koma inn og verið mjög góður síðasta korter í leikjunum. Já. Og sóknarlega alveg bara mjög flottur, þannig að það er gaman að sjá hvað gerist. Sem að, já, Adam komið núna, þá komið annan svona aggressívan þrist, aftur. Já, hendur, já, þetta hangir inn á, Orri döðafrýr. Æ, hann þarf ekki að... Hann er ekki séð settinguna. Nei. Það er ekki verið örgur á henni. Skynsamur. Þá er betra að sleppa henni. Klippingin, Atli maður og mann. Allar vel gert. Ói, býttu nú við, ok. Nei, ég held að sé bara fríkast. Já, þetta er svolítið bara góð dómur. Þannig að hann ekki bara fengið, gott að hann ekki bara fengið hníi lægri. Já, þetta er smá tíðanbili ruðning. Já. Þarna fáum við að sjá þetta aftur, þetta er svona... Já. Þetta er bara... Ég held að sé bara fríkast, sko. Já, allir sáttir. Allir sáttir. Hann ekki að krenga sér í mjöðminni. Kæra á með Orra inni, sjá Orri alveg á fullu, þvílíkt hreyfanlegur enn línunni. Já, allar leiðir á vel. Nei, Bjarni stoppar þetta. Já, þetta er að vera pínu vandrá hjá okkur. Hendin var ekki að koma upp hérna eftir smá. Orri aftur inni og það er Kæró. Orri byrjar svo að rykkja frá. Já, nú er spaðinn uppi, við verðum bara komið skot hérna, það er ekkert annað eftir. Þetta er svolítið svona, smá svona hnoð á okkur hérna. Hvað sé hann, ein eftir, sending, sagði það? Ég heyrði það ekki. Fannst ég heyra það? Þá er þetta bara, þetta er bara skot sko. Já, það byrjast að vera fleiri. Sjáum hvað að gera hérna. Jöp. Óli. Vel var hjá Döler. Döler er að skrapa saman boltið mitt í seinni hálfleik. Komið 7. Samtals. Náum ekki skiptingunni. Birkir er ekkert einhvern veginn líklegur til að spila síns með. Nei, bara með hettuna hérna á sér og... Það er nú bara staðan á því. Þegar aðfangarnir hafa fengið Pálma Péturs til þessu í markmannsþjálfun. Já. Maggi Sigmunds var með á. Pálmar síðan núna. Einar fær smá pásu. Spila með rétt endan hann á hægra megin. Já. Byggi kemur inn og leysir frá. Alveg svo voru að spila mikið fyrri hálfleik með Jakob Martin. Þetta er bara ruðningur. Er það ekki bara? Hvað er verið að flauta núna? Já. 2 mínútur. Dæma ruðningin, hann löngu búið að dæma hann og þá hann fer samt í skotið sko. Já, það verður reglum út af fyrir það. Já. Já, Bjarki búinn að vera frábær endsýningunum í seinni hálfleik. Já. Þetta er bara vel dæmt hjá Jónkvelli. Já. Ég ætla bara að segja það. Þú getur ekki tekið 2 skref og hoppað upp á skotið þegar það er búið að flauta sko. Síðan Ardar þjálfari F-fanga er hins vegar ekki sammála okkur. Vill fá samræmi hérna beggja megin. Það væri ekkert gaman að þessu, allir væri alltaf sammála. Nei. Hvað þá í F og Haukar? Þá er ekkert gaman að lífinu held ég bara. Nei. Herðu, nú þurfum við að koma sér 2 mörk. Við erum einu fleiri. Sjáum að Máni er bara búinn að spila allan leikinn hérna. Já. Bara kom inn á hvað eftir 10 mínútur eða hvað. Það er ekkert annað að gera. Búinn að standa sig vel. Já, Óli, hvað erum við að spila hérna núna? Já, hann er bara alltaf leið. Auðvitað, Ólafur Ægir, glæsilegt. Já, það er margt í mörgu. Já. Áfram gagg, 2 mörk, 12 mínútur, það er miklu hægara skor hérna. 2 mörk er bara einhvern veginn og í barasta.
Já, Þráinn tekur skotið og Ási ver. hornið. Ási kom með 1 skot varið, skráðu það hjá þér. Hotkast. Á Franka, þetta er hörku leikur, Herbert. Ég virkilega, virkilega skemmtilegu leikur. Og Biggi stelur í horninu. Gott þetta Orri, vel slúta. Orri er búinn að mjög góður í þessu leik. Þetta er hans langbesti leikur í mótinu. Já, 8 mörg. Já, hann elskar Haukar FH líka. Það er svona ekki leiðilegt að spila Haukar FH leiki. Það er frekar en mörgum öðrum kannski. Hann er líka bara að spila þarna leikinn. Já, hann er langmarkastur. 8 mörg. 4 leikmenn með 3 mörg. Og 3 með 2 mörg. Já, þetta er, hann liggur eiginlega í jörðinni, sko. Já, þetta er bara fríkast. Þetta er bara fríkast. Já. Nú er það með F-fangarnir eiginlega ekki verið að klúra sóknum, sko. Ef þeir missið í 3-4 mörg, hætti þetta verði erfitt fyrir það. Já. Hver sókn telur gríðarlega núna. Tímínútur eftir, Já, 2 mörg. Já, Sjáum að meira skor í þessu heldur en hefur verið hjá Haukunum. vístu, eru fyrirhugað, fleiri æfingarleikir Haukum fyrir mót? Já, Veistu til þess? heyrði að væru jafnvel að spila við afturhaldningu ekkert tímann hérna í næstu viku. Já. Og vera nokkur rimmið að herra milli. Já. Já. Hæ, heimatökin að tala við Gunnar Magg. Já. Já, vel gert hjá Einari Sindra, þetta er hárrétt, þetta er bara fríkast og 2 mínútur. Já, Hver er að fara út af þetta? Þetta er Ólafur Ægir. Ólafur Ægir. Já. Það er vel gert hjá honum. Hann er, lunginn á löpunum. Víti. Þetta finnst mér alveg galið dómur að fara í. Þetta er vel verið að þetta sé Brotthusson, sko, en alltaf finnst hann ekki koma sér í neitt skot þannig, sko, en jæja, veit ekki. Betur fer kannski. Ási bara skorar úr vítunum sínum í dag. 7. mark og 6 úr vítum, eða? Já, Ekki bara verið allavega saman á 5. Ég ætla, sé ekki bara 6. Það er tómt mark hjá okkur og viljum við engar 50-50 línusendingar, Hebbi. Nei, Spila bara góð sókn og enda þetta með góð skoti. við spilaðum nú heilan leik hérna í fyrradag með tómt mark og ég held að það hafi verið einu sinni sem hann kom. Já, það var gegn Ulið afturrætingar. Þetta er annað dæmi. Við erum í Kaíró hérna. Bara venjulegur og yfir. Atli Báru. Losaði boltan Atli. Það vantar oft svona Aðeins síðustu sendinguna. Já. Aðeins svona. En kemur sama aftur. Nú kemur það kannski. Atli kemur aftur á. Hann fara alla leið bara. Vel gert, vel varið. Það var vel gert hjá alla. Bara skoti ekki alveg nóg gott. Þeir keyra á okkur. Yfirtala hérna. Bygginu hóðninu. Og það er jafna leikinn. 26-26. Þetta verður eitthvað hérna í lokin. Herbert Ingi Sigfússon. Þetta er ennþá bara kannski að minna fólk á það að það er ef FH vinnur mótið með því að vinna þennan leik. Já, það er bara svoleiðis. Jafntefli þá hanga Haukarnir á því. Já. Svo einfalt er það. Geir kemur á. Býtunum við. Voðar hann að flýta sér að dæma. Jæja. 5 skref segir hann. Já, Jón Karl biður F-fangarna að hætta að vera að garga á sig. Nákvæmlega. Vill ekki geta garga í bekkjónu. Hann er fullfær um að sjá þetta sjálfur. Já, þarf ekki þess að hjálp. Nei. Orri leysir. Kaíró. Losaði hann núna. Aftan í honum andan. Sér þetta skot hjá Tjörvar? Þetta er bara hrikalega vel gert. Já, Biggi búinn að leysa línu hérna í öðru tempóinu.
Það er engin skipting. Já, flautinu snemma líka hérna, já. Við erum orðnir 6 útileikmenn aftur. Og stoppa tíman. Leystum þetta vel einu færri hérna. Já. Komumst vel frá þessu. Mistu niður 2 mörk en það er annar mál. Já, 1 svona í rauninni, eða skilur við rölduð í svona. Skúra. Þurfum við, Jakob er komin inn á hérna fyrir Alla. Já, Atli hefur fengið eitthvað högg. Það hefur fengið blóð. Já. Olboga sár eitthvað. Það eru komin hana í hana dúóið hana vinstra megin. Já, ég hef akkurat engar áhyggjur á Jakobi Árnarsyni varnarlega. Nei. Það er bara að segjast eins og er, hann virkilega flottur sko. Já, hann er svolítið lengi blóð hana bara. Á treyjunni, hjá Jóni. Siggi Bakari með allt á hreinu hérna, ný treyja. Allt í teski það, skal segja. Þetta er nú 2 bestu liðsstjórar landsins að mæta sér. Já, ég hugsa það. Ég hugsa það. Vantar ekki reynsluna á þessa bekki. Hér er hugsað fyrir öllum. Já, Jakob inn og út. Þetta við séð 100 sinnum. Og Bjöggi. Ágætið skot sem Ása Bjöggi mætir. 17 boltar. Loksins dróð hann ekki og kom í beint skot og Bjöggi bara beið eftir honum í sínu horni. 17 boltar. Já, það er bara ekkert þetta kvart undan því. Nei. Áfram Gakk, 27-26. Þetta er búið að vera svolítið svona 1-2 mörk Haukar, FH jafna, svona 2 mörk til og frá allan hálfleikinn. Og nú viljum við koma þessi 2 mörk aftur. Geir. Já, og vörð til Gústaf þetta. Óli kom inn aðeins inn og aftur. Geir er búinn að spila mikið í þessum leik. Já. Ég er svolítið að leysa á horni líka sko. Þetta er svona gaman að sjá hann í skittunni. Geir er komin allt. Já. Orri Freyr. Þetta er vítakast. Það er bara farið í hann þarna. Já. Bjarni sér þetta ekki. Það sér þetta ekki. Rauningur. Nei. Hann er meitt sig. Já. Fáum að Bjarki er að sjálfsögðu koma með þetta. Þetta er svolítið mikið samstuð sko. Eins og að sé svona riðist á hann og svo heldur hann svolítið lengi. Þetta er svona öxlin. Þetta er öxl og vinstri skotlendi síns mér. Hún er búin að vera meiddur á öxl. Já. Þetta er ekki bara Nei, eitthvað. hann skiptir sér út af. Já. Þetta er ekki góð frétti fyrir FH, sérðu. Hann er kvalinn. Já. Hann er kvalinn. Hann hefur lent svona illa á öxlinni eða eitthvað. Já. Hann kemur út af þetta. Við sjáum líka að hann er ekki sáttur. Hann er bara mjög ósáttur. Sennilega er hann svektur bara yfir að vera meðast í öxlinn aftur. Já, alltaf sé ekki eitthvað þannig. Gætið svona, við erum svona lykt að því svolítið. Já. Hún var rétt fyrir mót. Já, ekki góð fréttir. Áfram Gakk. Nei. Leo komin í skyttuna. Og Biggi kemur og leysir með bolta og inn og þetta er bara rauningur. Þetta er bara hárréttur dómur í Jóngalli. Eins og oft áður. Já. Núna langar mig að fá mark. Ég veist ekki, ég væri bara voðalega til í það líka. Já. Já. 5 mínútur eftir að Hafnarfjarðarmótinu 2020. Já. Búin að fá fullt af flottu leikjum í þessu móti. Já. Og algjör klassikar að enda þetta á FH Haukar. Já, það er bara...
saman tíma eru nokkuð lið að glímast fyrir norðan eða ekki? Jú. Káa, Þór og ÍR, þriggja mótar eða ekki? Já. Hvernig finnst þér liðin í þessu móti? Þetta ekki bara búið að vera Jú, bara hörku handbolti. Gaman að sjá þessa stjarna, þetta var algjörlega svona nýtt við fyrir manni. Ég finnst þetta samt svona einhvern veginn svona aðeins ferskari heldur en þetta hafa verið. Já, þetta er bara vel samsett lið finnst mér og Patti er náttúrulega bara frábær þjálfari sko. Já. Ég efast ekkert það að þeir ætla ekkert að láta skrá sig í eitthvað 7.-8. sæti í þessu móti. Ég ætla sér örugglega að gera mun betur en það. En þetta eru bara svo mörg lið sem eru vel mönnuð með góða þjálfara. Nákvæmlega. Getum við fengið fyrstu umferðina í Ólisteildinni? Ég veit að Bjarki var með það klárt hérna til að setja á skjáinn. Það er svolítið gaman að byrja aðeins að rýna í það. Já. ÍR IBVF, Afturelding Þór Akureyri, Grótta Haukar, FH Valur, stórleikur í Krikanum. Já. Káa Fram, það er líka svolítið stórleikur kannski svona fyrirfram í kannski neðri hlutanum eða þannig. Og Stjarnan Selfoss, það er bara líka þetta má alveg gefa sér það eins og Káa Fram til dæmis að þau séu kannski að fara að berast 8. sæti í úrslitakeppni eða eitthvað slíkt. Já, ég held að séu líka, það eru líka það mörg lið sem ætla sér eitthvað hluti að ég hef svo sért með alltaf 1-2 stórleiki í hverju einu umferð. Já, algjörlega. Og Grótta Haukar, það er bara þannig. Við mætum Maxím í fyrsta leik. Já. Og Arnari Daða. Arnari Daða, uppalinn hér. Orri í banni í þeim leik. Já, og Gunnar Dan á láni í Gróttu. Það er alltaf einhverja tengingar í þessu. Já. Herðu, áfram gakk. Hér erum við hörkuleik. 27-26, rétt tæplega 5 mínútur eftir. Já. Og beint eftir timeout. Hvað gera Haukarnir? Geir. Á þetta vel varið. Dölur er búinn að vera fínn í seinni hálfleik. Já. Hann bara eiga það sem hann á. Hann var með 7 bolta í fyrri og 7 núna. Já, með Leo. Nei, hann var með 4 og með 5 núna. Já. 9 bolta samtals. Já, það er bara verið góði boltar eitthvað sem hann hefur heyrt upp í til sendi. Já. Staðan í seinni hálfleik, Herbert. Við erum búin að skora 10 mörk í seinni. Og þeir eru búin að skora 9. 9. Það er svona hægst töluvert á skorinu. Sjáum að við erum komin aftur í 5-1. Já. Býttu nú við. Já. Kast. Allt annað en sáttir við þennan dóm F-fangarnir. Allt annað en sáttir. Þeir eru ekki sáttir hérna. Vilja meina að nei bara fá að snúa þarna og sennilega vítakast eða eitthvað slíkt. En það var ekki dæmt. Já, það kemur Kairó. Og einhver innlýsing, nei. Maður og mann. Góð vörn. Ég veist að búið að testa þráinn tölvöld í þristinum og mér finnst hann að standa þetta bara vel og alveg líka gegn svona minni sneggri mönnum sko. Leo kemur á, kemur í lélegt skot. Úff, býttu nú við. Fáum við þetta endursýn Bjarki. Náum þessu. Við náum þessu hérna. Hann skall niður, er ekki það sem hann er með að sjá. Klipping. Bara taka, já. Lendi með hausinn í gólfinu. Ég sé ekki alveg hvort að þráinn sko lemur hann. Já, Jón Gaull vil meina það. Það endar í 2 mínútum. Þetta er má líkum. Fáum þetta aftur hérna. Hann fer. Já, hann hlýtur eiginlega að fara í hann þarna. Við sjáum þetta hérna 2-3 sinnum og ég kemst ekki að neitt í niðurstöðu. Nei, þetta lítur einhvern veginn þann út eins og F-fangarnir sé að panta þessar 2 myndur hérna. Já. En hvað vitum við erum 2 haukamenn. Já, við erum alveg hlutræðir. Það er bara svo það er. Þetta er Hauka TV. Við erum að missa hérna mann út af. Heimir. Þetta er nú meiri leikþátturinn hérna. Áfram með leikinn. Já, Leo færa vörðina strákar. Góð sendingu á þessa. Vítakast. Atli hirði boltan af honum. Jesús minn almáttur. Við erum búin að vera mikið að væla á kvarta hérna í dómarunum og það skilar sér í 2-3 dómum hérna í þessari sók. Síðast ég vissi þurftur að vera með boltan til þess að fá allan eitthvað. Já, bara besta falli fríkast. Þetta er algjör gjöf. Já, verður þetta Björki? Nei. Það er gjöf hérna í bóði dómarana í lókleiks. Það er bara svo það er. Og við þurfum að skora.
Við erum að fá að æfa hérna hátt spennustig og svona aðeins í lokin. Já. Það er... Já. Ásið svolítið framalega hérna út í gær. Já, við erum einum færri. Já. Það var 6 á 6 einhverja síður. Já, Orri stelur út af, eða hvað. Hvernig átt að vera hérna. Atli kemur á ákveðin Atli bara, neldur sér netið. Já, glæsilegt hjá Atla. Hann klikkaði nákvæmlega þessu skoti hérna á hann. Já. Bjöggi kominn í marki, þeir keyra á Leo og þetta er bara samfærandi. 28-28, hvernig með þessi tvö liðheppið, það er jafntefli eftir jafntefli í þessum leikjum. 1:40 eftir. Við sjáum hérna Adam spilar ekki neitt hérna á lokakaflanum. Nei. Það er eitthvað að vera að stýra álæginu á hann held ég. Já, hann hérna ánum og eitthvað slíkt. Atli er alveg búinn að vera góður hérna. Þetta er 2 glæsileg mörk hjá Atla. Mikilvæg mörk, keyra tilbaka. Maðurinn okkar kominn inn. Já, og við fyrir fínur út úr þessu kafla. Þetta er hárrétt. Bjarni Þórir allavega ekki annað en að dæma. Hann dripplar og svo missir hann jafnvægið og fer með boltann í jörðina. Já, og við eigum möguleika á því að loka þessu leiki þessari sókn. Já. Eigum við timeout eftir það? Hvernig tók Aron timeoutið á þann? Hann tók timeout hann bara... Var það ekki fyrir 55 eða? Rétt fyrir 55 eitthvað. En svo náttúrulega má líka kannski minna það að okkur nægir jafntefli. Já, það lítur ennþá betur út þá fyrir okkur. Ég er bara sigurheppi. Já, auðvitað. Það er ekkert öðruvísi það. Spilum við þetta áfram hérna, Orri inn í Kairó og Orri er ekki svo út. Já, þá bara eitt gott fríkast hérna. Það er ekki eitthvað. Ójú, Tjörvi ætlaði aldrei annað en að sækja eitt fríkast þarna. Orri inn. Aftur sama. Orri út. Geir, og gott leikli. Já. Hvað er í gangi? Það er leikli. En hendin er einhver séu komin sínist. Já. Er það ekki? Jú. Og bara ný komin upp, það er sannlega 6 hendingar og... Já, þetta er bara búið að vera, hvað við segja, mest í hörku leikur mótins kannski. Ætla að segja hvað, 10 eftir eða eitthvað? Sekundur. Já. 20 sennilega. 20? Já, eitthvað nær 20. Og hendin er uppi. Hvað gera F-ágættir? Hleypaður okkur bara inn eða? Já, ég veit ekki hvað... Nei, þetta er alveg fjarar út ef við náum bara eitt líka sko. Fara allan í einhvern hérna 5-1 hugsaði ég, nei. Já, ég... Það var allan að mér síndist Ásur vera að reka Jakob hérna eitthvað fyrir framann. Já, ég hefði farið í eitthvað 3-3 hérna og vonast þess að við missum boltan sko. Ég getur eiginlega ekki leyft okkur að spila 6 hendingar sko. Nei, látum við ekki bara enda niður í hotni hjá Orra eða eitthvað, hann er funheitur. Já. Það var spennandi að sjá. Þetta er alveg skemmtileg staða. Við sáum nú stjörnumennina að kasta á sig boltanum hérna 10 sekúndum áðan og heppnin að fá ekki jöfnumark þar. 21. Þeir spila hérna bara framalega. Hendin uppi. Orri er að fara að leysa strax eða ekki. Hreyfa sig hérna eitthvað. Hendin uppi. Já, svona góða sendingu hérna. Atli kottur bara á þetta. Þetta er bara alla leið. Já, auðvitað. Atli með sérstu 3 mörkin í leiknum. Þetta er alveg típi svona Haukar F á skor einhvern veginn, 30-28. Hvað er að gera sérna? Já, fríkast og búið. Og við erum Hafnarfjarðar meistarar. Það er spaða 5 á það. Það er spaða 5 á. Samt með 2 metra regla mitt okkar, Heppi. Já. Þú ert náttúrulega með svo langar hendur að hún er þessu léttilega hérna. Við tökum bara hérna saman nú. Já. Frábærum leik lokið. Já, frábærum móti lokið. Já. Þessi leikur stóð svona allar okkar væntingar. Já. Leikmenn þakka fyrir leikinn hérna bara með kveðju hérna 30 af völlin. Það er ekki verið að faðmast og kyssast. Nei. Hér er farið eftir öllum reglum. Já. Og við hérna... Við tökum málm. Við tökum málm. 2 mót, 2 málmar. 2 mót, 2 sigrar. Allir sáttu við það. Já. Og við hérna... Fullt af hlutum til þess að laga einhver síðan. Já. Við hefum alveg helling inni, við skulum alveg átta okkur á því að hérna, við erum bara að prófa fullt af hlutum og mismunandi varnaraðferðir og sóknaraðferðir. Já.
Þannig að hérna, já, ég veit ekki hvað þetta segja mikið meira þetta í byrni. Nei, við bara erum við ekki bara að þakka fyrir góða viku og við bara við sem sagt sjáumst svo bara síðar. Já, það bara þannig. Yes. Takk fyrir okkur, bye bye. Já, bye. Tjörvi. Og ekki með Tandra? Eða Þráin eða Gústi? Heimir ekki búinn að vera spes heldur og ekki Þráin. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. No one
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last?